Spurning mín í fyrra Korintubréfi, 15. kafla, versum 51 og 52. 15. kafli, vers 51 og 52. Þar stendur: Sjá, ég segi ykkur leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast, í einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Við lúðurinn mun gjalla og þá muni hinnir dauðu upp rísa óforgengilegir, og vér munum umbreytasti. Þaðan fer ég í fyrra Þessaloníkubréf, 4. kafla, vers 15 til 17. Við að það segjum vér yður, og það orð Drottins, að vér, sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinnir sofnuðu. Við að sjálfur Drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir, sem dánir í trú á Krist, munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér, sem eftir lifum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með Drottni alla tíma. Mig langar að þú útskýri þetta fyrir mig, systir. Þarna postulinn Páll að kenna að þegar Drottinn kemur á skýjunum. Því ég veit ekki hvort allir bræður hafa heyrt þessa kennslu. Þá til loforð frá Drottni Jesú Kristi sem segir að hann muni koma á skýjunum til að taka kirkju sína. Og þar stendur að þegar hann kemur til að taka kirkju sína, þá kemur Drottinn aðeins niður að skýjunum. Hann mun ekki stíga á jörðina. Þá segir hann að fólkið sem þegar dáið í Drottni, trúaðir, fylgjendur fagnaðarerindisins sem dóu í Drottni, þeir munu rísa upp. Þeir munu rísa upp. Fyrir Guð ekkert ómögulegt. Vissulega hafa sumir dáið í hafinu, til dæmis, aðrir hafa verið brenndir, og öskurnar þeirra hafa horfið í hafinu. En Drottinn segir í Biblíunni að þeir muni rísa upp, og þegar þeir rísa upp munu þeir aftur taka líkama sinn, en sá líkami verður ekki lengur efnislegur, heldur umbreyttur í andlegan líkama. Fyrir Guð ekkert ómögulegt, svona mun það gerast. Þannig segir hann að þeir sem þegar eru dánir, þeir rísa upp, taka líkama sinn og stíga upp til skýjana, og þeir sem eru á lífi, sem ekki hafa dáið, fólkið sem lifir þá, þeir munu einnig umbreytast í andlegan líkama og stíga upp til að mæta Drottni. Það það sem Páll að kenna í þessum 2 köflum, í þessum 2 versum úr þessum 2 bókum sem voru lesin komu Drottins. Til dæmis, ef Drottinn kæmi núna á skýjunum, þar sem við erum á lífi, þá myndi það gerast að við umbreytumst í anda, og líkami okkar myndi þá rísa upp til skýjana. En fólkið sem þegar dáið, bræður okkar sem þegar eru fallnir frá, jafnvel postularnir og allir þeir úr upphaflegu kirkjunni, þeir munu rísa upp og fara einnig upp til að mæta Drottni. Og það sem Biblían kennir, að heimurinn heldur áfram, kynslóðirnar halda áfram. Fagnaðarerindið verður að halda áfram að prédika fyrir öllum þeim sem koma, og fólkið deyr. Fólkið í Drottni deyr, en fagnaðarerindið áfram prédikað, og nýjar kynslóðir koma. Og þegar Drottinn kemur, þá verða þeir sem eru á lífi umbreyttir og stíga upp, og þeir sem eru dánir rísa upp. Þetta skýrt fyrir ykkur, bræður? Þetta það sem Biblían segir komu Drottins.